Fjórði liður Kjallarsíðu 1A og 1B deiliskipulagsbreyting og það Andrea Tómasson og Birgir Hreinsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér tökum við aftur til umræðu tillögu deiliskipulagsbreytingu að Kjallarsíðu 1A og 1B sem var til umræðu á síðasta bæjarstjórnarfundi og var þá frestað þar sem að kom efasemdir það að þarna væri verið að fylgja lögum og reglum eins og þau hljóða. Í kjölfar þessa var ákveðið að taka saman minnisblað skipulagsbreytinguna og með sérstaklega áherslu á umfjöllun það hvort að og með hvaða hætti væri verið að fylgja reglum hvað varðar geymsluhúsnæði sem að þessari byggingu tengist. Bæjarfulltrúar fengu þetta minnisblað í gögnum með fundarboði og ég gerir ráð fyrir að hafa kynnt sér það og ég ætla ekki að fara að lesa sérstaklega upp úr því hér en ber sem sagt skipulagstillöguna upp að nýju og legg til að tillaga skipulagsnefndar að deiliskipulagstillagan verði samþykkt og skipulagsstjóra falið að annast gildistöku hennar að hún verði samþykkt af bæjarstjórn. Takk fyrir. Já, forseti, góðu bæjarfulltrúar, og ég sem var með þessar efasemdir daginn og það ekkert nýtt í þessu blaði, minnisblaði sem færi mig vona þeirri skoðun að eins og ég sagði daginn að það væri misjafn túlkun manna á þessari grein og ég held mig enn við þá skoðun sem ég var með daginn að svona geymsla ætti að vera innanhús. En samt sem áður þá þetta vandrarlegasta mál allt saman vegna þess að margt skríti í þessu ferli. Það í þessu minnisblaði talað til dæmis að þessi stendur hérna í blaðinu að skipulagsferli loknum fjesta sækjum byggingarleyfi fyrir sameiginlega geymslur og óska eftir fullnaðarsamþykki á íbúðum sem eru á bráðabirgðaleyfi. Nú ég búinn að fletta skipulags- og byggingarlögum, ég búinn að fletta byggingarreglugerð, ég búinn að leita fyrir mér hjá kærunefnd í dómum sem hafa fallið þar og það samkvæmt minni skilgreiningu í óhófnarlag þá ekki til neitt sem til bráðabirgðaleyfi. Það til og ég skoðaði hjá Reykjavíkurborg og eins hjá Kópavogi og hafi verið hérna líka fordæmi fyrir því að menn hafa veitt stöðuleyfi, gámum, skúrum, tjöldum og svona til bráðabirgða þá í einhverju leyfi sem tímabundið en að leyfa að breyta geymslum í íbúðir í blokkum það geti hvergi fundið stað fyrir að sé hægt að veita bráðabirgðaleyfi fyrir. En og í framhaldi af því þá auðvitað farið í þessa deiliskipulagsbreytingu. Í skipulags- og byggingarlögum nr. 73 frá 1997 í 43. grein stendur með leyfi forseta ég finn þetta ekki alveg Já, byggingarleyfi felur í sér samþykkt aðaluppdráttar og framkvæmd áformaði breyttir notkun og svo framkvæmdir samkvæmt 1. málsgrein skulu verið í samræmi við staðfest aðalskipulag og samþykkt deiliskipulag. Það sem við erum að gera núna, við erum að samþykkja deiliskipulagi eftir á. Af því að það búið að veita þetta bráðabirgðaleyfi
og núna erum við að samþykkja breytt deiliskipulag til þess að geta veitt leyfið. Þetta er röng röð og ekki til eftirbreytni. Ég ætla ekki að fara nánar út í þetta mál því að ég veit að við verðum því miður að samþykkja þetta og ég er ekkert endilega viss að ég væri eitthvað mótþessinn á móti málsferðin er ég mjög. Þannig ég mun halda mig við það að greiða atkvæði gegn þessu. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér finnst þetta leiðindamál og get reifa það hér enn og aftur hvað ég er ósátt við það þegar verið að breyta teikningu sem búið að samþykkja og gera að íbúðir, taka geymslur og breyta þeim í íbúðir. Og ég get lýst í aftur hvað mér finnst það slæmt þar sem þetta er líka sérstaklega hannað fyrir ungt fólk og væntanlega barnafólk. Hvað mér finnst það afspyrnu skjóta skökku við og afspyrnu erfitt að þurfa að horfa upp á það séu settar hjólageymslur út á lóð. Það verður margfalt óþægilegra að eiga við það og vera að fara út með farangur og börn og annað slíkt og fara á bera það þvert yfir bílaplan. Þar að ekki þegar íbúðum fjölgar þá eru væntanlega meiri þörf fyrir bílastæði og mér finnst það mjög slæmt að þetta skuli koma svona fyrir og ég er ekkert að fullyrða það að þetta sé ekki löglegt. Ég var nú að leita og stauta mig áfram þarna í lögunum og fann einmitt þessa bingareglugerð og þessa reglugerð frá 1997 og ég fann þessa 41. grein. Ég get ekki fullyrt að þetta standist ekki í lög en mér finnst þetta afar vandræðalegt og ég er mótfallin því að þess skuli vera breytt svona. Takk fyrir. Næst ekki Lóðsson og Sigurðsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er framhaldssagan Kjallarsíðuna og þó svo að ég vilji þeim vel sem eru að reisa þetta hús, Félagsstofnun stúdenta og allt það, þá held ég að þetta sé ekki gott til eftirbreytni að fjölga íbúðum eftir á. Líka með tilliti til þeirra nágranna sem kvörtuðu og voru á móti að þetta risi. Fordæmið er þannig að kannski finnst þeim sem næst byggja sér hús í lagi að fara eftir og biðja 2 hæðir í viðbót eða hvernig sem þetta er. Þetta er eins og bæjarfulltrúi Oddur Helgi sagði, þetta er röng röð. Það við að fjölga íbúðum 2 í þessum húsum, þá fjölgar íbúðum og það verður meiri umferð og fleiri bílar og þetta er við hliðin á barnaheimilu, það þarf að stækka bílastæðin og meðal annars var það sem kvartað var undan og mikil umferð sem yrði þarna. Nú, einnig finnst mér að þeir íbúðir sem kvörtuðu þarna hafi ekki gert sig grein fyrir að þetta kæmi svo. Þessi ósk og í kjölfarið á þessum húsum sem þarna risu þá var svona gefin hálfgerðingsloforð fyrir því að það kæmi hringtorg eða ljós á gatnamótum Bugðusíðu og Borgarbrautar og við að íbúðum þarna fjölgi og umferðin verið meiri þá sýnist mér verið að fara að liggja á því. En mér finnst í fyrsta lagi athugavert við þetta er fordæmisgefandi og við erum að breyta þarna með því að láta fara að byggja einhver smáhýsi á lóðinni í kring. Eftir á þá finnst mér þetta vont fordæmi, takk.
við restina þessi leið. Það er Jóhannes Stefánsson til máls. Forseti, góðu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú ekki að halda langa tölu þetta mál. Ég get tekið undir hluta af þeirri gagnrýni sem hér hefur komið fram á ferli málsins og það er öllu líkindum rétt að þarna er röðin ekki rétt á atburðum. Sumt af því sem hér hefur komið fram eins og aukin umferð og slíkt held ég að sé nú svo óverulegt að kannski breyti ekki miklu. Hvað þetta varðar, það sem mér er hins vegar efst í huga, burtséð frá þessari gagnrýni sem ég endurtek að ég held að eigi og séu ansi mikið rök fyrir, þá erum við þarna að tala Félagsstofnun stúdenta, Festa, sem að reyna að gera sinn rekstur hagkvæmari með því að fjölga þarna íbúðum og gera sitt rekstrar umhverfi betra. Og ég tel þess vegna í þessu ljósi, ekki síst að hvað aðili þetta er, að okkur sé stætt á því að fara þessa leið eins og hér verður væntanlega samþykkt á eftir. Nú varðandi frístandandi geymslur, þá eru svo sem fordæmi fyrir því hér í bænum að fjölbýlishús séu með svona geymslur út á lóð og það sé kannski ekki stóra byggingar og þarna verið að ræðum. En að lokum kannski þetta, ég skil óskup vel gagnrýni bæjarfulltrúa Odds Helga, ég skil alveg hvað hann er að fara og tek undir hlutaði, en ég held samt að tilgangurinn kannski helgi meðal í þessu og rekstrarumhverfi Félagsstofnunar sé mikils fyrir líka á þessu, en ætla ég að samþykkja þessa málsmeðferð. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér hafa ýmsar ábendingar og athugasemdir komið fram sem að svona ástæða til þess að bregðast að einhverju leyti við. Í fyrsta lagi vil ég nú leggja áherslu á það sem kom hérna fram síðast að vegna áhyggna af skipulagi eða fyrirkomulagi hússins þá eru þetta allar þessar framkvæmdir tilkomnar að undirlagi og ósk þess aðila sem að byggir og rekur þetta hús sem Félagsstofnun stúdenta. Það er ekki eins og meiri hlutin í bæjarstjórn eða skipulagsnefnd sé þarna að setja upp eitthvað ferli. Hvað þetta varðar heldur er þessar óskir komnar frá þeim aðila sem rekur húsið og á bakvið þar liggur auðvitað það markmið að reyna að tryggja rekstrargrundvöll þess. Síðan verður að hafa það í huga að í upphafi í því aðalskipulagi sem gildir þá er þarna gert ráð fyrir allt að 40 íbúðum og það má kannski segja sem svo að mistökin sem að gerð voru mistök byggingaraðilans við að nýta sér ekki þann möguleika strax í byrjun, heldur óska eftir 38 íbúðum til að byrja með. En þetta er í fortíðinni, þetta var í rauninni kannski ástæðan fyrir því að málið þróaðist með þeim hætti sem það gerði. Meginatriðið þetta að með þessu móti þá aðstoðum við þann aðila sem þarna heldur utan um reksturinn við að gera hann hagkvæmari og líklegri til þess að standa undir sér. Þessi tillaga hefur verið auglýst og það kom engar athugasemdir við henni. Þannig að það er sjálfsög ágætt þó að bæjarfulltrúar hafa áhyggjur af þessu en íbúar allavega brugðust ekki við og gerði ekki athugasemdir við þessari breytingu á auglýsingatíma. Umferðarmálin eru vissulega mál sem þarf að huga að og halda áfram að fylgjast með en þær skoðanir og athuganir sem hafa fram benda til þess eins og hér kom fram í málið að minnsta kosti eins bæjarfulltrúa að þau séu í rauninni mjög tímabundin vandamál, það komu upp vandamál á mjög afmörkuðum tímum og það má hugsanlega leysa þau að stæðstum hluta með öðrum og minni aðgerðum heldur en hringtorgi eins og við ætluðum okkur upphaflega. Öll þessi atriði bið ykkur að hafa í huga og endurtek tillögu mínu það að við samþykkjum tillögu skipulagsnefndar um að samþykkja þessa deiliskipulegu tillögu. Takk fyrir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Á því bæjarfulltrúi Oddur Helgi kom hérna upp áðan og vitnaði í byggingarlög varðandi 1. og 2. málsgrein 43. greinar
Það langar mig að vekja athygli á því að í 7. málsgrein þá kemur fram að það sé heimilt að fara í þessar framkvæmdir ef að grenndarkynning hefur farið fram. Og eins og kom fram í máli bæjarstjóra, það fór fram grenndarkynning og engar athugasemdir bárust. Þannig ég get ekki séð að við höfum verið að fara ranglega með þetta mál. Takk. Já, forseti, góða bæjarfulltrúar, ég einmitt þeirra skoðunar að því nú þessi aðili þá ætla ég ekki að vera mikið málþóf. Samt sem áður er markmiðið með setningu byggingarreglugerðar og skipulags- og byggingarlaga að vernda íbúa framtíðarinnar og eigendur framtíðarinnar. Það getur vel verið að flesta eigi þessi hús til allra framtíðar. Þannig að það getur breyst skammt á örskömmum stundu. Það sem að bæjarfulltrúi Helena sagði er auðvitað rétt, en það stendur nú líka í þeirri grein að það sé nú bara minniháttarbreyting, og þá er spurning hvað er minniháttarbreyting, að bæta við 2 íbúðum í hús og setja geymslóð til lóð, það tel ég ekkert minniháttarbreytingu. Bæjarfulltrúi Hermann sagði að þetta hefur auglýst og ég velti fyrir mér hvort að þetta ferli hafi verið stýrt. Þetta er tekið fyrir í byggingarnefnd 11. mars þess ári núna, þessi tillaga, og aftur 1. apríl. Svo er hún ekki tekin fyrir í bæjarstjórn fyrir tæpum 2 mánuðum seinna, 23. júní, rétt fyrir sumarfrí. Og tillagan er auglýst 1. júlí yfir há sumarleystíman, og við vitum það, ég ætla ekki að vera minna ásakanir, við vitum samt sem áður að fólk er minna að fylgjast með svona yfir sumari. Ég líka var að varðandi þetta bráðabirgðaleyfi sem ég orðaði áðan, það er bæði það sem ég er ósátt við, náttúrulega það máttu auðvitað ekki veita þetta leyfi. Það er ekki tilnýtt sem til bráðabirgðaleyfi, ég get ekki fundið það getur vel verið að þið finnið það, að það hefur auðvitað stýrandi áhrif á ákvörðunartöku. Fyrir það að ef við erum búin að leyfa þessar framkvæmdir, þá er auðvitað verra að taka tilbaka aftur nema við verðum hugsanlega skapálaskyld, og þið vitu öll nákvæmlega eins og ég að þessar íbúðir eru löngu komnar. Þannig að ég fer ekki dóna því að við erum með þetta í rangri röð. En ekki fleiri orð það, en varðandi það líka þessar útigeymslur. Í minnisblaðinu er vitnað í Snægil og fleiri staðar sem þessi útigeymslur eru, og ég þekki nú svo til það líka hjá barnafólki að í þessum útigeymslur sem eru kaldar, þar geyma menn ekki barnavagna. Þeir eru í forstofunum hjá fólkinu og þar af leiðandi rýra þeir gæði íbúðana. Alveg eins og vorum að tala þarna. Og er ekki tilfelli það að námsmenn eru nú oft með börn með sér. En mér finnst að, eins og ég segi, ég ætla ekki að nýtta þarga meira yfir þessu, því að eins og bæjarfulltrúi Jóhannes segir, fyrst þetta er nú þessi samtök sem ég vil auðvitað vel, en á móti greiði ég samt. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, það er í sjálfsög ekkert annað hægt en aðeins að bregðast við þessum hugleiðingum stýrt ferli, eins og bæjarfulltrúinn talaði um. Staðreynd málsins er sú að eftir að skipulagsnefnd afgreiddi málið þá fór fram töluverð vinna til þess að velta fyrir sig möguleikum varðandi umferðarmál á svæðinu. Þess vegna var beðið með að taka tillöguna fyrir inn í bæjarstjórn meðan að sú vinna fór fram, og þetta geta vitnað þeir bæjarfulltrúar sem sitja í þeim nefndum og ráðum sem að slík mál heyra undir. Þannig að ég vísa alfarið á bug öllum hugleiðingum af þessu tagi. Varðandi síðan bráðabirgðaleyfismálið, þá er það vissulega
spurning hversu langt sú heimild nær sem skipulags- og byggingafulltrúi hefur til þess að veita slík leyfi. Það eru tímabundin leyfi til breytinga og framkvæmda. Hvort að þarna var of langt gengið er spurning, en við erum núna með þessi samþykkt sem við gerum hér að ganga frá þessu þannig að löglegan gjörning séð að þá allavega að ræða frá og með deginum dag og það taka öll tvímæli það. Takk fyrir. Og ég byrði á bæjarfulltrúa sem að samþykkja þessar skipulagsnefndar að gefa merki. Það er aftar á móti. Samþykkjum aftar.